Kalli, nú þarf ekki að ræða þetta meira, þetta búið ósigraðir í deildinni. Hvernig tilfinningin á kvöld núna? Hún bara rosalega góð. Stelpurnar búin að vera frábærar í vetur og hafa stigið upp rauninni bara alltaf þegar eitthvað hefur vantað og bara ógeðslega hreykin af þeim og liðinu. Þessi leikur í dag, það var leikur á fjórða leikludag, hvað gerist svo? Við breyttum aðeins í vörninni og náðum að hægja á téu hjá KR. Þannig að mér fannst það svona gera gæfumunni fyrir okkur. Þannig að leið og það gerist að þá svona riðum við á vaðið og kláruðum þetta. Svo tekum við, þessi fyrsta deildi vetur, þetta er búið að skrítið. Það er eiginlega bara 3 alvöru leikir, meðal annars þessi kvöld. Hvernig er þetta búið að vera? Já, samt ekki sko. Deildin hefur komið óvart. Þetta var svona viðbúið til aðeins öðruvísi heldur en árinu undan, en mér finnst í rauninni allir leikirnar hafa verið erfiðir. Maður getur ekki gengið að neinu vísi í rauninni. Þótt að hefur verið smá munur, þá var hann ofta að koma bara í lokin eða eftir bara svolítið strögg. Þannig að þetta er bara búið að vera frábær vetur í rauninni. Það er búið að reyna þetta núna í nokkur ár og búið að ganga ymsi vetur. Það lítur að vera léttir. Já, og bara ánægja. Bara frábært fyrir klúbbinn að vera komin upp í bónusdeildina og nú getum við tekið næsta skref og gert liðið ennþá betra. Eftir deild á næsta ári, hvað má búast við fyrir Ármann? Bara áframhaldandi gleði sko. Við reynum að koma galvaskar til leiks næsta vetur og ætlum okkur bara stóra hluti þar.